staðan með hvernig okkur gekk. Það virtist allt ganga upp sem við gerðum. Okkar markmið náðust og það sem var unnið með, það bara gekk upp 100%. En það kom í Pepsi-deild sem var okkar loka niðurstaðan. Við gerðum okkur 3 markmið. Við gerðum okkur markmið að vinna riðilinn okkar sem tókst. Annað markmið var að komast í úrslitaleikinn, það tókst. 3. markmiðið var að vinna úrslitaleikinn. Þannig að það tókst ekki en það skipti engu máli. Við vorum komin í Pepsi-deild, þá höfum við farið í leikinn til þess að vinna og staðið okkur mjög vel, mínu mati. Það voru leikmenn sem stigu upp, já. Það voru leikmennina sem maður vissi að gætu betur og maður var svona að bíða eftir að þeir myndu stígu upp sem þeir og gerðu. Og það býr heilmikið í þessum hóp og þær eru ekki búin að segja sitt síðast og þær eru eftir að stíga meira upp og það gerist næsta svona. Já, við munum styrkja hópinn og þrátt fyrir það ætlum við náttúrulega að byggja okkar stefnum eins og við segjum. En þegar maður er komin í Pepsi-deildina þá verðum við að styrkja hópinn, breikka hann, meiri keppni stöður í liðum og svo framvegis, í stöðum fyrir og svo framvegis. Það er náttúrulega bara gert líka til þess að stefnurnar okkar verði betri. Já, skilyrðislaust. Já, framtíðin er mjög björt hjá Þrótti. Það er vel unnið í yngri flokkunum hérna. Það er eitt smá gat sem við erum að reyna að vinna upp í sem er í 3. flokki núna eins og og það er búið að vera að vinna í því núna undanfarið 3 ár. Og eftir þetta tímabil sem er að byrja núna þá er þetta gat búið að lokast. Og þá erum við svona komin með góða samfellu í iðkenda fjölda í öllum flokkum alveg niður á við. Og það viljum við hafa. Þannig að framtíðin er björt. Mikið af ungum og efnilegum stelpum sem eru á leiðinum sem við fylgjumst vel með. Félagið er náttúrulega búið að bæta sig mjög mikið síðan ég kom. Þetta er eiginlega svart og hvít síðan hvernig umgjörðin er og annað. En það náttúrulega má alltaf betur bæta og ekki bara hjá stelpunum, heldur líka strákunum. Það er náttúrulega stuðningurinn, mæta á vellinn og styðja okkar íþróttafólk. Og líka núna bara eins og ástandið í þjóðfélaginu að sýna samhug og svo framvegis. Umgjörðin í kringu liðið. Við erum að stofna núna meistaraflokk og það er mikið starf framöndan, en skemmtilegt starf. Við náttúrulega erum að leita fólki úr röðum Þróttara, en líka á fólki sem eru ekki Þróttar en hafa áhuga á þessu. Og við hvetjum það fólk sem hefur áhuga að hafa samband við okkur. Þeirra krafta að vera vel þegið, allir sem að geta hjálpað. En svo náttúrulega í fyrra þá vorum við með sérstaklega þrekþjálfara sem var sér 4. Og hann fór í Hauka og er að þjálfa þar 2 flokka. Í staðinn fengum við Fannar Karvel sem mun sjá þrek og styrktarþjálfurina fyrir flokkinn á þessu tímabili. Og það lítur bara mjög vel út. Við erum að fá, það er nýr aðstoðarþjálfari hjá mér, hann Sjandur heitir hann, sem kemur frá Akureyri. Leikmaður með hinum ýmsu félögum hérna á Íslandi og hefur verið að þjálfa líka. Og hann er að flytja til Reykjavíkur og mun vinna með mér mjög náið í sumar. Einnig verður hann með annan flokkinn, þannig að það er góð tenging þar á milli. Það er svona, já, það er svona þessi hlutir sem við ætlum að gera þetta almennilega, halda okkur sæti og svo framvegis sem er náttúrulega markmið okkar. Þá náttúrulega verður allt þetta verið í lagi og ég veit að stelpurnar það muni leggja hart að sér og allt þetta hjálpar til. Ekki nema það, ég er bara að sjá það á vellinum og eins og stemmingin var hérna þegar við spilum við Selfoss seinni leikinn. Það var náttúrulega æðislegt að sjá það, allir sem kom á völlinn og sýndu stelpunum áhuga og eins og þær eiga skilið. Það var bara gaman að sjá fólki á vellinum en við viljum sjá það á vellinum næsta ári og það er það sem mun skipta miklu máli fyrir okkur í þessari hörðu baráttu sem við erum í. Það er að fá fólkið með okkur og fá kötturinn á svæðið. Lífið Þróttur, kanntu? Lífið Þróttur. Já, Lífið Þróttur. Svo bara mæta á völlinn næsta sumar.